Komið sæl og velkomin í Eitt og annað. Í þætti kvöldsins ætlum við að fara í skemmtilega ferð Eyjafjörð. Við ætlum að byrja á Kaffi Kú, en þar hægt að njóta útsýnis yfir fallegar beljur á meðan maður fær sér vöfflu með rjóma. Kaffi Kú svona afþreyingar kaffihús. Þetta svona kaffihús með smá auka, svona touch. Við í rauninni erum með að bjóða upp á ýmiss konar mat, allt sem beint frá bíli, því að sjálfbærni okkar svona í rauninni markmið með þessu konsepti. Við erum að nýta kjötið okkar og mjólkina og svona í langflestu réttina. Það svona rauði þráðurinn í gegnum matseldina. En svo erum við líka að fræða fólk allar þessar hamingjusömu kýr sem hérna inni, bara hérna hinum megin á svölunum. Og þar eru 300 stykki og kýrnar liggja á dýnum og fara í nudd og labba sjálfar í mjólkuróbót og svo kalfaleikskóli sem börnin elska að koma og kíkja á og við segjum fólki svolítið frá þessu og það svona okkar sérstæða. Það það sem við erum að gera allan daginn hér. Við teljum að það sé þörf, sérstaklega með nýjum kynslóðum, að segja fólki bara hvaðan mjólkin kemur. Ég held að allan að börnin mín, ef þau hafa ekki alist upp hér eða komið nálægt sveit í dag, þá gætu alveg haldið að þau kæmi bara í flöskum eins og kók. Þannig að það mikilvægt að hleypa fólki að þessu og segja fólki frá. Og það ekki síður mikilvægt bara fyrir landbúnaðinn í heild að fræða. Og það svona það sem okkur langaði að gera. Það var svona hugmyndin, það rótin af hugmyndinni kannski. En okkur finnst samt svona svolítið erfitt oft á tíðum að útskýra konseptið. Hvað þetta? Og það eiginlega best að gera það ef fólk kemur hingað. Út af þá erum við með þetta einhvern veginn allt fyrir framan okkur og getum sýnt bara hérna kalfaleikskólinn, hérna fæðingardeildin og þá einhvern veginn fær fólk svona meiri tilfinningu fyrir þessu. Við fórum í svona viðskiptahraðar núna í janúar, byrjuðum þetta ár af krafti í markaðssetningu og vildum koma okkur svona enn betur á framfæri og fengum ótrúlega góða hjálp í Startup Tourism núna í ár. Og eitt af verkefnum sem við fórum með þangað var Secret Circle. Við í rauninni vildum markaðssetja þennan litla hring sem hérna í Eyjafjarðarsveit, sem 20 km rúmur og settum svona á kortu Kaffi Kú, Hrafnagil, Kjarnaskó og það í rauninni að fólk gæti komið og eytt hálfum degi, heilum degi í að taka þennan rúnd. Það getur farið keyrandi, það getur farið hjólandi, kannski labbandi eða svona heldur langsótt, en allavega á þessum tveim farartækjum og notið dagsins. Þannig að það svona, við erum ennþá svolítið að keyra á það og ég veit að ferðaskrifstofur eru aðeins að nýta sér þetta. Hins vegar upp frá þessu verkefni þá kom annað verkefni með Sími og Hæfnissetrinu sem við erum núna að vinna að, sem ótrúlega spennandi og þá eru bara allir þessir einyrkjar sem eru hérna á svæðinu, sem eru miklu fleiri en ég nefndi, það eru alveg 26 fyrirtæki og þá nær það aðeins lengra inn í fjörðinn og við erum í rauninni svona að búa til svona sameiginlega markaðssetningu og erum að reyna að finna, þetta allt einyrkjar mestmegnis, við erum allir að gera þetta, við erum bara að gera þetta í rauninni, þetta svolítið svona passionvinna og við erum að reyna að markaðssetja þetta svæði undir einhverju einu nafni. Hvort sem það verður svo Secret Circle eða eitthvað annað, það erum við að reyna að finna út núna. Þannig að nú byrjum við daginn hérna hjá ykkur í Kaffi Kú. Hvert ætti ég að fara næst? Næst myndi ég að fara í jólagarðinn. Það líka bara, núna yndislegt veður, það svona snjór úti og bara fullkominn tímapunktur til að fara í jólagarðinn. Þá fer maður í rauninni heldur áfram hérna megin í firðinum, við erum svona Laugalandsmegin, keyrir 6 km áfram inn fjörðinn yfir brúna og þá kemur á Hrafnagili, sér maður fara rennir í gegnum það fallega hverfi og svo tekur jólagarðurinn við manni. Og það náttúrulega bara yndislegt að koma. Það allan ásins hring en mér finnst það sérstaklega gott á þessum tíma. Arineldur og svona einhvern veginn, jólalyktin.
Við ætlum að halda okkur við mjólkurvörurnar. Aðeins innar í Eyjafjarðarsveit er Holtsel og þar er búinn til dýrindis heimagerður ís. Hann Guðmundur, hann segir mér að þau eigi uppskriftir að 500 mismunandi ísum. Kíkjum á þetta. Það er líf og fjör í Holtsel í Eyjafjarðarsveit en þar er margt manninn, já og dýrið. Þegar við rennum í hlað mætir okkur makindalegur köttur sem kann aldeilis að láta sér líða vel í sólinni. Við röltum svæðið og reikumst á lausagöngu hænur og endur sem vappa og næla sér í æti. Í Holtseli eru þó kýrnar fjölmennasti hópurinn en þær eru í óða önn að framleiða mjólk í heimagerða ísinn Holtsels Hnoss. Guðmundur bóndi og dóttir hans Arna Mjöll Guðmundsdóttir taka vel á móti okkur og mér fýsur að vita hvernig þeim datt í hug að fara að framleiða ís. Það var eiginlega forvitni. Mér var sagt að væri þetta í auglýsingu sem ég sá í bresku blaði að væri þetta fimmfalda verðið á mjólkinni eða arðunin af mjólkinni. Já. Þannig að ég sendi bara fyrirspurn og hún fór á laugardegi og svar á mánudegi og svo fórum við til Hollands í boði þeirra til þess að skoða svona vél. Já, þannig að fá meiri upplýsingar þetta. Fá meiri upplýsingar þetta. Einmitt. Og svo fengum við þær upplýsingar og komum með hér til Íslands bæklingur raunverulega niðurstöðu frá fyrstum þýskum rannsóknarstofum annað. Og lögðum það fyrir yfirdýralækni sem var þá, sem sambærilegt Matvælastofnun í dag. Já. Og spurðum hvort við getum ekki notað þessa vél á Íslandi, hvort það væri eitthvað á móti því og við biðum í 9 mánuði eftir svari. Það var aðeins annar biðtími þar heldur en að fá að koma að skoða Já, það var annar biðtími hjá íslenska kerfinu heldur en annað og svo komst þetta aðeins eins og virðist vera að gerast núna, komst í fjölmiðlaumræðu. Já. Og þá tók ekki nema vika að fá svarið. Ég skil. Það hefur ýtt aðeins á eftir því. Það ýtt aðeins á eftir því og raunverulega þá fór þetta bara að rúlla og við gerðum okkar plön upp á framleiðslu og annað og þau hrundu algjörlega. Nú? Þetta fór svoleiðis langt fram úr því sem hafði hvarflað að okkur að væri hægt að raunverulega gera hérna. Þetta bara sló í gegn. Já, bara sló í gegn strax. Það sé bara orðið yfir það. Einmitt. Þeir eru með opið hérna í búðinni eða ísbúðinni og kaffihúsinu helgar veturna, er það ekki? Já, svona ef við erum heima. Við höfum haft miða í glugganum bara og svo bara hringja menn hefur komin í staðinn þeir sem fætti ekki að hringja á undan sér. Já, einmitt. En svo opnum við núna 1. maí. Þau opnið 1. maí og þá eru opið alveg fram yfir sumar eitthvað? Fram á haust. Fram á haust. Alla daga fram á haust. Líklega bara helgar í maí. Það er búinn að vera talsverður reytingur núna í vor. Já, er fólk mikið að koma svona ísrúnt út í Eyjafjarðarsveit? Það er talsvert mikið en það meðan komi ísrúnt. Það er mjög mikið traffík hérna, allt sem er nokkuð jöfn bara. Já, og þið eru náttúrulega með alveg heilmikið af framandi bragðtegundum. Já. Hversu margar bragðtegundir eru þið með? Við höfum að jafnaði 14 tegundir í skapborðinu. Já. Og allir við séum ekki að nota svona, ef það klárast þá bara skiptum út og það er ekkert endilega sem segir að við förum í þá sömu. Við höfum satt að nota svona 25-30 bragðtegundir jöfnum höndum. Einmitt. Í einu. Hvað heldur að það hafi kannski verið með margar bragðtegundir í gegnum tíðina? Ég veit það ekki, það er ótrúlega margar því að við eigum á 1500 uppskriftir. Já. Við erum með 80 grunnuppskriftir sem eru svo með mismunandi variasjónir við hverja grunnuppskrift. Svo erum við með annað 100 uppskriftir á sorpi. Svo erum við með jógúrtísa og skýrísa. Þannig að hugmyndaauki er ekki vandamál allavega? Nei. Og við höfum notað hvönn, við höfum notað bæði laufin og hvönn, við höfum notað fræið, við höfum notað hundasúrur. Hvítlauks sem sumum finnst skelfilegt sem bragðefni. Hvítlauksís, já. Ég veit ekki hvort þú ert að selja mér þetta, en... Hann er mjög góður að þú notar hann í staðinn fyrir rjóma í góða fiskisúpu. Í ísborðinu er hægt að velja sér kúluís og óhætt að áætla að þar sé eitthvað fyrir alla. Við fáum að velja okkur 2 kúlur og þegar Guðmundur segir mér að í bláberjaskýrísnum séu bara bláber úr eyfirsku berjalingi er valið ekki erfitt. Ég er líka ansi veik fyrir kaffi, þannig að hinn kúlan hlýtur að vera White Russian rjómaís. Það er líka hægt að kaupa ís í boxi ef maður vill eiga í frystikistunni heima. En það er ekki bara ís á boðstólnum. Þeir eru með litla búð sem er í rauninni undir merkjunum beint frá bíli. Já, þetta er eina fáum
svona búðum á Íslandi sem sem beint undir merkjum beint frá bíli. Einmitt. Sem hefur verið samþykkt sem slík. Já, og þeir eru þá með í rauninni alls konar vörur, er það bara héðan úr sveitinni, er það alls staðar að? Nei, það hefur verið alls staðar, það hefur verið austan af Héraði, Stórhóli í Skagafirði, Miðskeri við Hornafjörð, svona, eitthvað sem ég man. Þannig þið takið í rauninni bara til svona það sem ykkur líst vel á? Já, svona það sem kannski aðeins öðruvísi heldur en það sem alls staðar hægt að fá. Já, en þeir eru náttúrulega svolítið mikið líka með ykkar eigin vörur eins og kjöti. Og svo eru hérna sperðlar og hangikjöt og nú Mývatnssveit. Já. Þannig að við svona... Þetta er alls staðar að? Allavega fyrir 3 árum þá var þetta sú verslun á Íslandi þó hún sé ekki stór sem var með mest úrval af vörum sem voru eingöngu beint frá bíli. Það er frábært. Og hérna, hvað er þetta hérna? Þetta er broddur. Ég hélt að þetta væri appelsínusafi. Já. Þetta er fyrsta mjólkin eftir burð. Já, einmitt. Maður hefur nú heyrt af því. Og þetta seljið þið hérna. Er þetta vinsælt? Já, reyndar. Já. Vinsælast hjá eldra fólki en yngra fólk notar þetta. Og þessir hörðustu fitnessmenn sem að vilja fá náttúrulegt prótein, þeir drekka þetta af stút. Að sjálfsögðu. Þarna ertu bara með náttúrulegt efni sem að bara rosalega orkugefandi. Já, og fullt af próteini og mótefnum og öllu sem þú þarft á að halda. Hérna ertu með skyr. Hérna erum við með skyr, gert á gamla mátann. Já, óhrært. Óhrært og pokasíað. Holtselshnoss, það er rauninni merkið sem við höfum notað. Einmitt. Það ekki eftir því sem ég best veit nema innan við 10 aðilar á Íslandi sem að gera skyr upp á gamla mátann. Já, og þið eru einn af þeim. Já. Er þetta sama skyr og þið notið svo í skýrísinn ykkar? Já, upphaflega byrjuðum við að gera skyr til þess að nota bara í ísinn og svo lendir það hérna svona fram af og til. Hérna ertu með sápur. Já, þessar koma frá Lóni í Kelduhverfi. Lóni í Kelduhverfi. Það er ekki langt að fara. Nei, hún gerir þessar sápur heima. Og þetta er þá úr? Þetta er úr sauðafitu. Sauðafitu. Skítverkasápa. Já. Það hljómar eins og eitthvað sem maður þarf að halda. Já, þurfi ekki allir að þú varst í skítverkin. Jú, ég myndi halda það. Ég mæli með þessu. Þetta var aldeilis gómsætt, en nú ætlum við að fara í auglýsingar. Nú ætlum við að taka rúntinn út með firðinum og við ætlum að enda í Þelamörk og kíkja í Jónasarlaug og við skulum sjá Skúla busla í sundlauginni. Sólin farin að skína og sumarið á næsta leyti. Það þýðir bara eitt, sundlaugatímabilið að hefjast. Við tókum því forskot á sæluna og hoppuðum í sund á Þelamörk í Hörgársveit. En það var ekki aðeins heitt í veðri og heitt vatn í heitupottunum, heldur líka í sundlauginni sjálfri, sem einmitt það sem gefur henni sérstöðu. Þetta mjög barnvæn sundlaug og barnvænt svæði. Sundlaugin svona 32-3 ár og eins og núna það 34 gráður sko. Börnin verða ekkert kalt í henni sko. Svo líka að aukast aðeins hjá okkur og örugglega eftir að gera meira, það að fólk að koma að fljóta hérna í lauginni. Og það maður heyrt á fólki að það mjög gott að fljóta hérna í lauginni. Það ekki einmitt hitinn sem gerir það? Jó, það hitinn. Hérna liggur bara og þeir eru aldrei kalt sko. En skólasund hérna, það fer fram hérna líka? Já, það reyndar krakkarnir hérna, þeim finnst, þeir fara í aðra laugar sem eru 28-9, sem svona kannski í vaninn, þeim finnst það bara skítkalt sko. Og góðu vön sko. En túristum og útlendingum, finnst þeim þetta ekki hreinlega bara eins og heitupottur þá að koma í sundlauga? Jú, eins og allir vita sem hafa farið til útlanda í sunda, það eru skítkaldar laugar þar sko. Svo koma það hérna og þetta bara heitupotturinn sko. Sundlaugin á Þelamörk var byggð á árunum 1943–45 af ungmennafélögunum í nágrenninu og nefnd Jónasarlaug til heiðurs Jónasi Hallgrímssyni, en ljóðum hann má sjá víðsvegar á sundlaugabakkanum. Já, og svo náttúrulega útsýnið. Þessi laug hefur oft komið svona á vinsældalistum, verið í topp 10 á landinu. Þannig að það er mjög þægileg laug.
Þetta hérna bara rétt við Akureyri líka. Þetta ekki nema kannski ykkur 12-13 mínútur að keyra. Já, svoleiðis. Þannig að þegar maður er þar, kemur þangað sem ferðamaður, þá er ekki langt að fara. Þetta ekki vegalindi sem að menn tala einu sinni innanbæjar á höfuðborgarsvæðinu. Nei, og hérna raun og veru bara góður rúndur, bara mjög góður rúndur. Þetta malbygg og allt, ekki vesen. Finnurðu fyrir því að fólk frá Akureyri sé mikið að sækja laugina? Já, við erum bara með mikið af fastagestum sem að kaupa árskort jafnvel eða 10 tíma kort og koma hérna. Margir koma daglega, njóta þess að vera hér. Hún er opin tiltölulega lengi. Er þetta ekki vinsælt líka fyrir unglinga og svona pör og slík sem að koma á kvöldin? Jú. Svona oft á sunnudagskvöldum til dæmis. Það er svona rómantík í loftinu. Já, ástin blómstrar hérna á sunnudagskvöldunum. Já, ástin blómstrar. Já, ástin svífur hér yfir vötnum og þarf kannski engan að undra, en er hér ákaflega gott að koma til að kúpla sig út úr daglegu amstri. Þetta ættu íbúar sveitafélagsins að þekkja betur en flestir, enda fá þeir frítt í sund. Já, þeir fá áskort. Sækja bara áskort og fá það og nýta sér það mjög vel. Flestir allavega. Það er ekki mörg sveitarfélög sem að bjóða upp á þetta. Þetta er ákveðin lífsgæði. Já, ég veit ekki neitt sko, en maður þorir ekki að segja, en þetta eru lífsgæði og þetta er bara munur. Og hérna líka, það er íþróttamiðstöðin. Hérna koma hópar, eru í boltatímum og hver eru helst að sækja íþróttahúsið? Það er þessi kallaði bumbubolti, mikið. Fútbolti, svo eru líka körfubolti og svo er aðeins að færast í aukinu núna að blak, koma blak. Það er svona vakna áhuga á blaki hérna líka. Góður blakvöllur líka. Og svo afmælisveislur? Afmælisveislur eru vinsælar helgar. Og þá er það þú getur komið hérna í sund eftir bumbubolta líka og komið í kaldakerið og fyrir svona gamla skrokka, þá er þetta nú ágætis rúndur hérna út á sundlaugarsvæðið eftir boltan. Já, mjög góður rúndur sko. Ég sjálfur reynsla því að fara í kaldakari, það er bara mjög gott fyrir svona bumbur eins og mig og maður er betri. Það eru komið 70 ár síðan að Jónasarlaug var fyrst tekin í notkun, en staðsetning laugarinnar og uppbyggingin í kring er engin tilviljun. Hérna er nefnilega heita vatnið. Já, hérna erum við að fá heitt vatn, bara nánast undir okkur á 90 gráður sem við nýtum í að kynna upp sundlaugar. Þetta er náttúrulega náttúrulegt, þetta er ákveðin hringrás. Hér kemur heita vatnið inn og það er nýtt þess að hita laugarnar og síðan fer það áfram og er áfram nýtt. Já, Akureyringar fá sem sagt affallið hjá okkur sko. Eða ekki affall, bara fá heita vatnið. Já, fá varman og hitan. Já, varman og hitan. Þannig að það er bæði Akureyringar að koma hingað til þess að hlýja sér og svo sjáum þau að hlýja Akureyringar þegar þeir eru komnir heim. Já, akkurat, þá erum við búin að leggja vinnu í að kæla vatnið niður fyrir þá. Það er alltaf hressandi að dýfa sér í laugina og kallinn tók sér nú vel út, en það er ennþá betra að drífa sig að fá sér að borða. Það eru margir góðir veitingastæðir á Eyjafjarðarsvæðinu, en við ætlum að kíkja á pizzasmiðjuna og hann Einar ætlar að sýna okkur hvernig hann býr til pizzu. Einar Geirsson og Heiðdís Fjóla Pétursdóttir reki í dag 4 veitingastæði á Akureyri, Röbb, Sushi Corner, Bautan og pizzasmiðjuna. Bautan keyptu sumarið 2018 ásamt veitingastaðnum La Vita e Bella sem við hafa nú breytt í algjörlega nýjan stað, pizzasmiðjuna, sem opnaði 12. febrúar á þessu ári og er því nýjasta viðbótinn í veitingahúsaflórunni á Akureyri. Þetta var bara hugmynd sem fæddist og við framkvæmdum hana, bara eins og flesta góðar hugmyndir sem maður fær. Þá lætum maður vaða, það er vitið í og þetta er að koma mjög vel út og við erum búin að fá frábæra viðtökur og bara geggjuð stemming. Bestu pizzur bæjarins, þó ég segi sjálfur frá. Bautin er einn af þessum rótgrónu stöðum bæjarins og það þóttu því mikil tíðindi þegar hjónin Guðmundur og Helga stimpluðu sig út eftir tæplega 37 ára starf og afhentu nýjum eigendum lyklana. Í raun og veru keyptum Bautan til þess að opna pizzastað. Það er mjög skemmtileg saga. En það var svona að opna pizzastað og vantaði þetta húsnæði og okkur langaði að gera meira í veisluþjónustu. Við höfum verið að gera ekkert sérlega mikið í því, okkur langaði að bæta í það. Og það var svona grín eiginlega jólin einhvern tímann í fyrra að þetta var ekki bara einfaldast að kaupa Bautan, þá erum við húsnæði fyrir pizzastað og svo getum við tekið niðri pizzastaðinn og rekið Bautan og bætt hann aðeins og farið svo með veisluþjónustunum fullt og þetta er bara það sem gerðist. Nú er Bautin staður sem að flestir Akureyringar hafa einhverja skoðun á. Er ekki erfitt að breyta svoleiðis það?
Nei, það svo rosalega gaman að breyta einhverju sem allir hafa skoðun á, þannig að það bara skemmtilegt. Hugmyndin opna pizzastað á Akureyri, nú Greifinn hérna, Spretturinn, Bryggjan, það eru fleiri pizzastaðir en eitthvað samt vant eitthvað á markaðinn. Já, það engin staður sem selur bara pizzur. Hérna kemur og færir pizzu og þú ert mjög fljótur, þetta fljótt afgreitt. Pizzan 90 sekúndur í ofninum, það gengur allt hratt fyrir sig. Hér ekkert verið að flækja hlutin óþörfu. Engar síma eða netpantanir, engar borðapantanir eða heimsendingar. Nei, maður mætir á staðinn og pantar og býður og fær ferska og góða pizzu, staðið fyrir eitthvað sem búið að býða í pappakassa upp í hillu. Þetta aldrei langur tími. 10-12 mínútur þegar áður kemur inn, hugsa að sé svona þegar mikið að gera. Hjartað í staðnum að sjálfsögðu ítalski pizzaofnin sem allur hinn glæsilegasti. Þetta Rolls Royce í pizzaofnun, það bara þannig og við kynntum okkur það svona áður fórum á staði í þetta og vildum bara fá alvöru græju sem myndi standast kröfur næstu ára. Hann keyrður sem sagt á bæði gas og eldivið, þannig að við höldum jöfnum og góðum hita og erum svo með snúningsplötu í honum, þannig að hann bakar flottar pizzur. Og nú þú einar á ofninum og þú á gólfinu, hafið þið tíma til þess að reka hina staðina á meðan? Já, við opnum ekki hérna fyrir 4:30 sko, þannig að hafa maður búin að sinna hinu. En við svo sem ætlum ekki alltaf að vera hérna á ofninum á gólfinu, en það bara svona með við komum svo stað og erum að þjálfa upp starfsfólk og sjá hvernig þetta funkar allt. Svo getum við fara að draga okkur aðeins í hlé hérna á kvöldin kannski, vonandi. Uppskriftin að pizzadeginu, hún lítur nú að vera leyni uppskrift. Voruð þið lengi að þróa hana eitthvað áfram? Já, nú að spyrja Einar því sko. Ég fæ ekki einu svona vitt hana. Hún á pakkanum bara. Nei, það engin leyndamál í þessu. Við erum í samvinnu við flott fyrirtæki sem að flytja inn hveiti og vörur í pizzuna fyrir okkur. Og það frábær náungi sem kom sem sagt að utan raunveru í haust og fór með okkur yfir hvernig við að gera degið og uppskriftir og annað og sýndi okkur svona helstu trikkin. Og hann er fjórði ættliður pizzubakara frá Ítalíu og vinnur einungis við að aðstoða fyrir fólk og hjálpa þeim í gegnum deg og selur sem sagt pizzahveiti sérstakt. Pac-Man, Spice Girls, Tiger, El Chapo og Fly Me to the Moon eru dæmi pizzur á matseli sem eru margar hverjar mjög frumlegar. Þetta bara rosalega einfalt, þú setur bara sama hráefni sem þér finnst góð og svo setur bara ofan á pizzabotnin. Þá færðu þessar flottu pizzur. Og þetta náttúrulega mikið á svona öðruvísi pizzum. Þetta ekkert svona, ekki típiska pizzur sko, myndi ég segja. Lamb og önd og tígrisrækjur og fullt af flott og góður hráefni. En þú að fá dálítið mikið af hugmyndum og hún svona þarf að vera mótvægið dálítið á móti? Ég fæ náttúrulega alltaf margar hugmyndir sko, en ég leiti yfirleitt ráða þegar það eru orðnað mjög margar og reynum að velja réttu úr sem við viti og ef hún kemur alltaf aftur og aftur og maður berði undir rétt fólk og því finnst það svona viti í þessu, þá framkvæmum við bara. En nú þetta fjórði staðurinn sem þið opnið, eitthvað öðruvísi í fjórðaskiptið? Nei, það held ég ekki. Þetta alltaf jafn gaman og jafn spennandi og bara náttúrulega nýjar áskorunar að takast á við og nei, þetta alltaf jafn gaman að opna nýjan stað. Eru þið ekkert komin í samkeppni við sjálf ykkur? Nei, alls ekki. Við reynum að hafa þetta svona mismunandi fjölbreytta staði þannig að þetta einhver leyti eru við í samkeppni við okkur sjálf en ef ekki við sjálf þá einhverju aðrir þannig að sé ekki muninn á því. Ef þetta virkar þá er þetta bara frábært og 50 staðurinn er komin á stað í hausnum. Við þökkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina í kvöld og í næsta þætti ætlum við að fara í Skagafjörðinn, ekki missa því.